Þá klukkan 25 mínútur gengin í 2. Það komið að leik númer 34 í dag. Næsti keppandi á teig frá golfklúbbi Reykjavíkur, Dagbjartur Sigurbrandsson. Herðu, ég held að allir vilji fá bara vita hver þú ert. Hvað þú heitir? Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, búinn að vera kynnir á Íslandsmótinu í golfi síðustu 5 ár. Já, þú ert þessi fagra rödd sem að heyrist á teig 1. Já, það var nú deilum það hvort þú sé fögur, en allavega þetta afskaplega gaman og hefur gengið vel og yndislegt að fá að vera hérna með öllum þessum frábæru kylfingum sem að spila á Íslandsmótinu í golfi. Já. Hvernig kom til að þú ert fenginn í þetta hlutverk, hvað, fyrir 5 árum? Já, ég fór upp í golfklúbbi Reykjavíkur þegar Íslandsmótið var haldið þar og ég var ekki alveg nógu ánægður með frammistöðu kynnisins þar. Ég hef náttúrulega starfað á Laugardalsvellinum frá aldamótum og ég hringdi svo bara í golfsambandið daginn eftir að Íslandsmótinu lauk í Grafarholtinu og ég sagði við þá, ef ekki að taka þetta bara alla leið með fullri virðingu fyrir öllu og öllum, að sjálfsögðu. Já. Og það var bara samþykkt og ég hef bara tekið við þessu eftir það og hefur bara verið frábært. Og næstur á teig frá golfklúbbi Kópavogs og Garðabæjar, Sigurður Arnar Garðarsson. Já, ég held ég þarf nú að mæta þetta fyrramálið og heyra þig kynna. Ertu með einhverjar fyrirmyndir? Þú veist hvernig, ertu að horfa á mótin ellendis? Þar varstu að tala hvaðan kaninn er, from California, jafnvel bænum. Þetta allt gert eftir kúnstærnarreglum. Ég náttúrulega fer yfir tímann, rástímann, hvaða leikur það og svo golfklúbburinn og svo nafn viðkomandi keppanda. Og áttu fyrirmynd? Ég get ekki sagt það. Ég náttúrulega fer bara mínar eigin leiðir í þessu. Maður búinn að vera lengi í þessu og hérna, en bara, já, það bara svoleiðis. Og næstur á teig frá golfklúbbi Akureyrar, Veigar Heiðarsson. Þannig að þú ert kynnir líka, hvað, allir landsleikir? Já, landsleikir Íslands í knattspyrnu karla og hérna búinn að vera þar frá aldamótum og hérna svo náttúrulega þetta byrjaði náttúrulega allt í körfuboltanum á sínum tíma hjá KR. Já, þú ert KR-ingur? Ég KR-ingur, já. Stoltur. En ég bara svo afskaplega ánægður með íþróttarhreyfingunni og fá að vera þátttakandi í því og bara afskaplega skemmtilegt. Og byrjuðu, þú ert líka eitthvað á Bylgjunni, eða ekki? Jú, svo er maður náttúrulega... Og hvaða hlutverki gegnirðu þar? Ég dagskrárgerðarmaður á Bylgjunni með þáttinn Hamingjustund þjóðarinnar á laugardögum frá 4 til hálf 7. Ég sé útsendingarnar í Reykjavík síðdegis. Þannig að, já, nóg. Sérðum útsendingarnar, þú ert ekki röddinn þar? Nei. Hvenær verður þessi fagra rödd komin í Reykjavík síðdegis? Við höfum svo gott fólk í Reykjavík síðdegis að það liggur ekkert á. Ok. En hvað með kynnin? Kann hann golf? Spilar hann golf? Já, ég náttúrulega eitthvað að gaufast við þetta. Náttúrulega áhuga kylfingur og gengur á ýmsu. Þetta brekka og stundum gengur betur, en þetta bara svo yndislegt samfélag, golfsamfélagið og það ber allir virðingu fyrir öllu og öllum og bara afskaplega skemmtilegt á allan hátt. Og í hvaða forgjöf ertu? Ég 26,6, hækkað 0,2, þetta meistaramótið á Nesinu, en það bara eins og golfið Hvenær byrjaðir í golfi? Ég byrjaði 2012. Ég komst inn í klúbbinn 2012 og hérna hef stundað það síðan með svona, já, eins og áður sagði, með góðum árangri. Já, þannig að svona úr því sem komið, þú sér ekki fyrir að þú sért að fara að keppa
Nei, Íslandsmótinu? ég held að við skulum vera alveg heiðarlegir með það. Við erum ekkert að fara þangað. Þess vegna er maður hér og fylgist með. Já, ert að kynna, þú ert með hlutverk og... Já, alveg frábært og þessi kylfingar hér í dag og þetta er alveg ótrúlega gaman að fylgjast með þessu fólki. Þessi er inn á milli alveg frábæri kylfingar. Já, og bara allt þetta unga fólk og golfhreyfingin á Íslandi er náttúrulega næst stærsta íþrótt á Íslandi og hérna þetta stefnir bara í óefni með áframhaldi. Sko. Einmitt. Hver er þín tilfinning, hver sé að fara að vinna þetta? Ég veit ekki, ég er náttúrulega Axel Bóasson er á heimavelli. Já. Og svo náttúrulega stelpurnar eru líka alveg ótrúlega. Veitu, hver er aftur heimakonan úr Keili? Er ekki Guðrún? Guðrún Brá og þær eru náttúrulega alveg frábærar. Já, það hlýtur að vera eðlilegt að halda fyrirfram að heimamaðurinn njóti heimavallarins. Já, og svo náttúrulega aðstæður eru náttúrulega alveg upp á 10. Völlurinn er alveg í toppstandi. Já, og veðrið, það er ekki oft sem að... Veðrið er náttúrulega búið að vera frábært í dag og spáin er góð. Spáin er góð. Það er náttúrulega bara veðurspá, þannig að það getur ýmislegt breyst. Dropar aðeins núna, en þetta er ekki rigning. Við köllum þetta ekki rigning. Þetta kemur bara beint niður, sko. Beint niður. Já. En þetta verður, þá margt þetta að breytast en þetta verða frábæri dagar hér á Hvalfirði. Og ert þú bara mættur hérna á, hvenær er fyrsti tíu? Það er klukkan 7 á mótana. Svo stendur maður vaktina bara til 4. Já, og hvenær ertu mættur? Ég er komin korter yfir 6, 1 kaffibolli og 1 rúmstykki og svona allt gert eftir kúnstærnarreglum. Já, þetta verður birt sama dag og ég ætla að sjá þig kynna og þá verður þetta birt. Ég hlakka til að sjá þig þar. Takk hérlega fyrir. Takk.